Komið þið sæl. Verið velkomin á skuldabréfanámskeið. Ég heiti Björn Berg, ég er deildarstjóri fræðslu og viðskiptaþróunar hjá VIB og þetta námskeið er hluti af átaki sem við stöndum að í VIB ásamt Kauphöll Íslands, NASCAR Investments og FKA og því átaki er ætlað að auka fjölbreytni á markaði eins og það heitir og við gerum það með aukinni fræðslu kannski fyrst og fremst og við höfum boðið upp á ýmis grunnnámskeið núna undanfarna mánuði og munum einnig bjóða upp á námskeið fyrir lengra komna. Og á fimmtudaginn næstu viku munum við bjóða upp á skuldabréfanámskeið fyrir lengra komna sem Ingu Sigurrós Bragadóttir sem stýrir til dæmis 2 stærstu skuldabréfasjóðum landsins. Hún ætlar þá að leiða okkur svona aðeins lengra inn í heim skuldabréfanna og fara svona í þessi flóknari atriði. En í dag eru það skuldabréfin og mínum mati eru skuldabréf svolítið misskilin vegna þess að það er oft litið á þau þannig bæði hjá þeim sem eru jafnvel að vinna í fjármálaheiminum og eins þeim sem eru rauninni bara að spá í sínum eigin sparnaði. Þá er oft litið á skuldabréfin sem svona minna spennandi heldur en til dæmis hlutabréfamarkaðinn eða gjaldeyrismarkaðinn. Og yfirleitt er þá bara verið að miða við það að skuldabréfin sveiflast yfirleitt minna þannig að það er ekki eins mikið húllumhæ og stórslys og gríðarlegan gróða. En mér finnst þetta bara að vera misskilningur vegna þess að skuldabréfin eru mjög heillandi, sérstaklega þegar við horfum á þannig að þau endurspegla í til dæmis ríkisskuldabréfum og í rauninni bara almennt skuldabréfum, þá sjáum við í rauninni bara efnahagslífið endurspeglast. Og það er það sem er í rauninni markmið þessa námskeiðs, það er að þegar þið farið hérna út á eftir og þeir sem eru að horfa á þetta á netinu fara aftur að vinna, að þá getið þið tengt saman fréttir sem þið heyrið til dæmis í fjölmiðlum á öllum mögulegu sem tengist íslensku efnahagslífi, væntanlega bara miklu meira en þið haldið fyrirfram, getið tengt þetta við hvaða áhrif mun þetta hafa á skuldabréfamarkaðinn. Munu bréfin mín og sparnaðurinn minn, lífeyrissparnaðurinn minn og sjóðirnir mínir og svo framvegis munu þetta hækka eða lækka. Og það er það sem er svo heillandi við skuldabréfin er að þau eru svo næm fyrir svo mörgu. Á meðan hlutabréf eru yfirleitt fyrst og fremst bara næm fyrir rekstri viðkomandi fyrirtækis eða greinarinnar, mismundi væntinga árangur fyrirtækja, að þá má eiginlega í rauninni segja að skuldabréfin taki með á öllu hinu. Og það er svona fyrst og fremst munurinn á skuldabréfum og hlutabréfum, ásamt því að möguleikarnir á ávinningi og tapi eru allt aðrir. Þegar við kaupum hlutabréf, þá vitum við nákvæmlega ekkert um það hvað við munum fá. Það er ekkert sem að ábyrgist það að við getum ekki tapað allir upphæðinni, eða tapað mjög miklu og það er rauninni ekkert sem að tryggir það heldur ekki að við getum ekki bara tvöfalda eða þrefalda eða tífalda eða þúsundfalda peningin okkar. Þetta er ekki möguleiki á skuldabréfamarkaði. Skuldabréf geta ekki hækkað svona mikið vegna þess að það er alltaf ákveðið í upphafi hvað þau munu geta hækkað. Og það er það sem við skoðum á eftir þegar við förum aðeins í hvernig þau eru samsett, hvað það er sem stendur á skuldabréfum. Annað varðandi lækkanir, að þá er mjög ólíklegt að skuldabréf tapist alveg vegna þess að svo lengi sem að fyrirtæki sem að skuldar ykkur eða ríki eða þeir sem að gá út skuldabréfi, svo lengi sem þeir eru lifandi, að þá mun það ekki geta lækkað í rauninni þar að segja niður úr því sem var verðmæti bréfsins þegar það var gefið út. Þannig að til langs tíma litið, þegar maður kaupir skuldabréf, svona almennt talað, þá á ekki vera hægt að tapa á því, nema ef að útgefandinn fer á hausinn. Þannig að þarna erum við með gríðarlega mikinn mun á hlutabréfum og skuldabréfum. Og vegna þess að öryggið hvað þetta varðar miklu meira á skuldabréfum, að þá gerum við ekki jafn mikla kröfu ávöxtun. Þannig að það er líka ákveðin svona meginmunur á hlutabréfum og skuldabréfum, að við ætlumst ekki til þess að við fáum jafn háa ávöxtun á skuldabréfum almennt og við fáum á hlutabréfum. Þannig að sami aðili sem gefur út hlutabréf og gefur út skuldabréf, það er yfirleitt þannig að sá sem kaupir ánum hlutabréfið ætlast til þess að fá hærri ávöxtun og það heldur en sá sem kaupir ánum skuldabréfið. En þetta er svona munurinn á skuldabréfum og hlutabréfum hvað helst. En ég ætla aðeins að renna yfir það sem stendur á bréfunum. Vegna þess að skuldabréf á sínum tíma var bara pappír sem var gefin út og það er nú ekkert langt síðan og það er ennþá bréfi í umferð sem eru bara á pappírsformi og núna eru þau öll gefin út rafrænt en það er engin munur þannig sig á þeim hvort þau eru rafræn eða á pappír vegna þess að það er það sama sem stendur á þeim
og útgefandi tekinn fram, þannig að við vitum alltaf þegar við eigum skuldabréf nákvæmlega hver útgefandinn Skoðum þá eftir til dæmis varðandi ríki, þá oft talað ríkisskuldabréf, bara almennt, en það eru tveir útgefendur. Það bæði Íbúðalánasjóður og það eru lánamál ríkisins, það að segja ríkissjóður sjálfur. Og hér sjáum við dæmi, við auðkennum þetta með svona stuttum nöfnum sem að þið sjáið á yfirlitum til dæmis. Þegar þið flettuð upp markaðsupplýsingum að þá eru nöfnin á bréfunum ekki, það stendur ekki íbúðabréf á gjalddaga einhverjum ákveðnum tíma, heldur stendur HFF. Það bara nafnið á íbúðabréfum og stendur fyrir Housing Finance Fund. Skoðum þetta aðeins betur rétt á eftir. RIKS, það auðvelt að muna það bara það sem byrjar svona RI eða RIK, það eru þá ríkis, stendur bara fyrir ríkis. Þannig að RIKS, því eru bara ríkis spariskírteini. Og IBH, þið þurfum kannski ekki að hugsa mikið það eru bréf sem eru ekki lengur gefin út og tiltölulega lítið af og það eru gömlu húsbréfin. En íbúðabréfin í rauninni tóku við af þeim. Þetta eru þessi verðtryggðu ríkisskuldabréf sem gefin eru út. Og óverðtryggðu bréfin, það eru RIKB, ríkisbréf, sem eru þá bara óverðtryggð ríkisskuldabréf. Og svo eru það RIKF eða ríkisvíxlar. Og það svo sem ekkert mikill munur á ríkisbréfum og ríkisvíxlum, svona stærsti munurinn sá að ríkisvíxlar eru getnir út til mjög skamms tíma. Og það hefur dregið mjög mikið úr útgáfu ríkisvíxla og þeir eru í rauninni, má segja ekkert aðgengilegir fyrir almenningi fjárfestingum. Það til dæmis ekki mögulegt fyrir einstaklinga að bara hringja í bankasinn og kaupa ríkisvíxil fyrir 100.000 kall eða milljón. Þetta er ekki það aðgengilegt. Yfirleitt það þannig að ríkisvíxlar ganga kaupum og sölum fyrir svona 100 milljónir í einu og eru fyrst og fremst í sjóðum. Þannig að það einhverjir verðbréfasjóðir, skuldabréfasjóðir sem hafa keypt ríkisvíxla þegar þeir voru gefnir út. En eins og ég nefndi það hefur dregið mjög mikið úr útgáfu þeirra, þannig að þeir eru ekki mjög stór hluti af markaðnum. Fyrst og fremst þetta þannig þegar við erum að hugsa óverðtryggð bréf, óverðtryggð ríkisskuldabréf, þá erum við að hugsa þessi ríkisbréf. Og í tengslum við þetta má líka nefna að fyrir tæplega 2 árum fekk Íbúðalánasjóður heimild til þess að gefa út óverðtryggð bréf sjálfur, sem hefðu þá verið, það spurning hvað þeir hefðu kallað þau, en það eru þá HFF bréf væntanlega líka en þá óverðtryggð. Og það átti þá að fylgja í rauninni óverðtryggðum lánum Íbúðalánasjóðs, en eins og við vitum auðvitað þá hefur Íbúðalánasjóður ekkert nýtt þessa heimild, hann ekki að lána óverðtryggt. En ástæðan fyrir því að bæði eru gefin út verðtryggð og óverðtryggð ríkisskuldabréf eru vegna þess að þessir aðilar eru að leita að einhverjum balans í sínum bókum. Íbúðalánasjóður, hann lánar verðtryggt og þá tekur hann verðtryggt lán á móti. Og þá á í rauninni verðtryggingin saman hverju verðbólgan og þá hefur hún sömu áhrif báðum megin. Þannig að ef Íbúðalánasjóður ekkert að lána óverðtryggt þá gefur hann ekkert út af óverðtryggðum bréfum. Vegna þess að skuldabréf og útgáfa bara lántaka. Þetta ekkert flóknar en það. Þegar við gefum skuldabréf þá erum við bara að taka lán. Það bara svoleiðis. Ný bréf eftir hrun, það voru náttúrulega allskyns bréf til fyrir hrun sem voru gefin út af einum ýmsu fyrirtækjum. Sá markaður bara þurrkaðist nánast alveg út og eftir hrun hefur ekkert verið gefið út af bréfum nema ríkisskuldabréfum og þessi ríkisbréf og spariskírteini hafa komið ansi sterk inn þar að það var tiltölulega lítið af óverðtryggðum ríkisskuldabréfum fyrir hrun. En sá markaður hefur lagast mjög mikið og það gott vegna þess að fjárfestar geta þá keypt skuldabréf sem eru hugsuð til aðeins skemmri tíma. En tímalengdin eitthvað sem við skoðum á eftir og skiptir miklu máli. Bankarnir hafa síðan gefið út skuldabréf sem eru kölluð sértryggð skuldabréf eða covered bonds og þetta eru auðkennin á þeim og þarna í rauninni ástæðan fyrir að tala um sértryggð skuldabréf en ekki bara skuldabréf vegna þess að þau hafa mjög góðar tryggingar og tryggingar skipta miklu máli eins og við sjáum betur á eftir þegar við erum að hugsa kaup í rauninni á hverju sem og líka á skuldabréfum vegna þess að það sama gildur skuldabréf og allan annan sparnað eða allar aðrar fjárfestingar að ef við ætlum að fá vexti einhvers staðar, ef við ætlum að græða á einhverjum fjármunum þá verðum við alltaf að láta peningun okkar í hendunar á einhverjum öðrum. Þannig að við erum alltaf að treysta því að viðkomandi geti borgað okkur tilbaka. Alltaf. Þegar við leggjum inn á bankabók, þegar við kaupum skuldabréf, hlutabréf eða hvað það þá erum við alltaf að leggja peningun í hendunar á öðrum. Og þá skipta tryggingar máli. Og það sem á bak við þessi sértryggðu skuldabréf eru til dæmis forgangur í lánasöfn bankana.
Hann banki fyrir á hausinn sem ætti þá því að hann gæti kannski ekki staðið við sína skuldbindingar, hann hlutaði að fá örugglega ekki neitt og hinir fara bara í röðina, að þá eru þeir sem eiga þessi skuldabréf í rauninni fremstir í röðinni vegna þess að þeir eiga sértryggð skuldabréf. Nú önnur skuldabréf sem gefin hafa verið út eru til dæmis LSS-bréfin sem eru gefin út af Lánasjóði sveitarfélaga og Lánasjóður sveitarfélaga svolítið sérstakt apparat vegna þess að hann lánar öllum sveitarfélögum á sömu vöxtum. Það væntanlega ástæðan fyrir því að sveitarfélög hafa ekki verið mikið í því að gefa út skuldabréf. Það eru rauninni bara bestu sveitarfélögin eða þau sem geta tekið ódýrustu lánin, Reykjavík og Garðabær til dæmis, sem hafa þá sjálf gefið út skuldabréf. Aðrir taka lán frá Lánasjóði sveitarfélaga og Lánasjóðurinn gefur út skuldabréf. Og það sem er svolítið skemmtilegt við Lánasjóðsbréfin og Lánasjóðinn að segjum sem svo að Álftanes eða Keflavík eða hver segjum bara Reykjanesbær taki lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga og svo gjalddagi á þessu láni og Reykjanesbær getur ekki borgað tilbaka, getur ekki borgað af láninu til Lánasjóðs sveitarfélaga. En Lánasjóðurinn náttúrulega verður að fá þessa peninga vegna þess að Lánasjóðurinn þarf að borga vexti og verðbætur af sínu bréfi sem að þeir tóku að láni. Þá þetta ekki eins og með hvert annað skuldabréf eða hvert annað lán, heldur það þannig að Lánasjóðurinn hefur þá skýst í rauninni inn í útsvarið hjá viðkomandi sveitarfélagi. Þannig að þegar íbúar Reykjanesbæjar borga sitt útsvar, þá fer það til Lánasjóðsins en ekki til Reykjanesbæjar sem segir síðan við getum ekki borgað. Þannig að þess vegna eru skuldabréf Lánasjóðs sveitarfélaga svolítið vel tryggð, svolítið skemmtileg bréf. Nú sveitarfélögin síðan gefa út sín eigin en eins og ég nefndi þá afskaplega lítið það og það eiginlega bara Reykjavík eiginlega einu útgefandinn svona sem einhverju nefnir. Til viðbótar við þetta má síðan nefna skuldabréf Landsvirkjunar og þau eru stundum flokkuð svona til hliðar við ríkisskuldabréf. Það eru rauninni ekki ríkisskuldabréf en það er ákveðin ríkisábyrgð á þeim. Þannig að á bréfinu stendur þetta, hver útgefandi bréfsins. Höfuðstóllinn kemur síðan fram. Það er rauninni bara, eins og þið þekkju öllum svo bréf, það stendur bara 1.000.000 króna bréf eða hvað það og það þá í rauninni greiðslan sem alveg garanterað að alltaf verður greitt. Þetta er rauninni bara eins og venjulegt lán. Ef að gefur út skuldabréf upp á 1.000.000 kall, þá þarf alltaf að borga þá 1.000.000 pluss síðan restina sem stendur á bréfinu. Gildistíminn, hann í rauninni segir til það hvenær bréfið bara búið og hvenær búið að greiða því, en það í rauninni þýðir ekki að það sé bara borgað að það eða eitthvað slíkt. Það í rauninni segir, þetta stendur yfirleitt í heiti bréfsins. Þá stendur hver gildistíminn eða hver lokadagsetningin Stundum, eins og hjá Reykjavíkurborg, getur verið svolítið ruglandi, þá stendur í nafni bréfsins hvenær það var gefið út, sem í rauninni skiptir engu máli, segir mann ekki neitt. En almennt það þannig að það stendur á bréfinu hvenær það klárast. Og hér sjáum við dæmið, þið getið séð þessar upplýsingar til dæmis inn á síðun okkar inn á wafib.is með því að smella á markaðir. Þetta getið þið líka séð inn á vefsíðu Kauphallarinnar og inn á keldunni.is til dæmis. Og hér sjáum við þessi nöfn síðan hvernig þau birtast okkur. Þannig að tökum dæmi hérna bréf sem stendur á HFF 240215. Það hljóma bara eins og einhver gríska og skilur ekkert í þessu. En það system í þessu. Þetta svona eins og strikamerkin, þetta ákveðið system. Þannig að við sjáum að HFF stendur fyrir Housing Finance Fund. Þá vitum við að það Íbúðalánasjóður sem gefur út bréfið. 24 stendur fyrir 2024, þá bréfið búið. Og 0215 í rauninni bara svona þessi bandaríska leið til að segja til dagsetningu. Það að segja febrúar og síðan 15. Þannig að með því að sjá þessa hérna raunir þá vitum við að þetta Íbúðalánasjóðsbréf sem á lokagjalddaga 15. febrúar 2024. Og þá getum við líka séð, sem getur við svolítið þægilegt, að gjalddagar eru yfirleitt á sama degi. Ef það til dæmis greitt einu sinni á ári, þá það yfirleitt á þessum degi. Þannig að þá vitum við það að ef ég á þetta bréf, að þá væntanlega gjalddagi á bréfinu 15. febrúar næsta ári, þá veit ég það. Og það sama með allt hitt, RKS 210414, það þá spariskírteini sem eru gjalddagi 14. apríl 2021. Nú, vextir, þeir koma fram á bréfinu líka og það eru vextirnir sem rugla okkur hvað mest. Vegna þess að vextirnir segja ekki til þá ávöxtun sem við fáum. Það svolítið merkilegt. Vextirnir, þegar ég kaupi skuldabréf,
Ef ég kaupi skuldabréf af einhverjum sem að gefa það út, það að segja sem ég sé bara að kaupa skuldabréf af pappa mínu sem að lána mig fyrir íbúð eða eitthvað slíkt, þá stendur höfuðstóll og vextir af bréfinu og ég ætla að halda þessu skuldabréf allan tíma og náttúrulega bara að borga af því og þá ég náttúrulega að fara að borga honum höfuðstólinn og vextina. Þannig að það í rauninni þannig að sá sem að gefa út skuldabréf, hann mun alltaf þurfa að borga höfuðstólinn og vextina. Þannig að hvað varðar útgefandan, að þá það mjög mikilvægt. Þannig að hann veit alveg hvað hann mun þurfa að borga. En segjum sér svo að ég framselji síðan, eða pabbi minn í þessu tilfelli, síðan framselji bara skuldabréfi til einhvers annars. Þá mun ég áfram þurfa að borga höfuðstól og vexti, en það sem skiptir máli á hvaða verði seldi ég honum bréfið. Og þetta það sem við skoðum eftir, þarna erum við komin í það sem heitir ávöxtunarkrafa og ruglar svo rosalega marga í rýminu og gerir skuldabréfina, gerir þau miklu flóknari en maður kannski vildi að þau væru. En hérna, ég ætla aðeins að hita ykkur upp með svona ruggla ykkur almennilega í rýminu með þessu þarna. Bréfið verðtryggt? Það kemur líka fram hvort að það sé verðtryggt eða ekki og það þá bara eins og við þekkjum, þá í rauninni bara neysluverðsvísitalan bætt upp. Gjalddagar, ef við viljum vita hvenær gjalddagar eru, þetta þá fyrir þá sem eiga stök skuldabréf, þá og hvenær greitt og þá hvernig það gert, og þá ekkert vitlaust að fara inn á vefsíðu lánamála ríkisins. Þetta bara lánamál.is og þetta ekkert skemmtilegasta heimasíðan á netinu, en hún alveg praktísk og þá flettið þið upp ykkar bréfi og hér ég með bréf sem spariskiptinni sem ég nefndi á hann og gjaldi á 2021 og með því að smetla á hérna show attributes, þetta nú líka á ensku, þá getið þið kafað ofan í alla nauðsynlegar upplýsingar bréfið. Og þá sjáið þið til dæmis verðtrygging, já. Okay, það þetta verðtryggt bréf. Við hvað verðtryggt? Hvaða vísitala það? Vísitala neysluverðs. Hvar þetta skráð? OMX, sem bara kauphöllin. Og svo framvegis. Og svo sjáið þið hérna útgáfudag og innlausnardag og hverjir vextir bréfinu og svo framvegis. Þannig að þarna sjáið þið í rauninni allar nauðsynlegar upplýsingar og líka það hvernig í rauninni bréfið hvort að þessi borgað eins og á spariskirtinum að þá í rauninni höfuðstóllinn borgaði bara í lokin á bréfinu. Þannig að þið fáið bara vexti fram að því, en ekki höfuðstólinn. En þegar þið eigið íbúðabréf, að þá við hverja afborgun bæði borgað af höfuðstólnum og síðan vextir og verðbætur. Þetta skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli tekjuflæðið af bréfinu, eða greiðsluflæðið af bréfinu. Aðeins meira, og það sem stendur líka á skuldabréfum hvort það sé einhverja ábyrgðir eða einhverja tryggingar. Þetta mjög, nú fór ég alveg út úr þessu, þetta getur verið mjög mikilvægt vegna þess að ef við erum með ríkisskuldabréf til dæmis, þá engar sérstakar tryggingar þar á bakvið. Þingvellir ekkert í skráðir þarna, þannig að ef ríki getur ekki borgað spariskiptin eða þá fær einhver bara Þingvelli eða Mývatni eða eitthvað slíkt. Það ekkert svoleiðis á bréfum, en þetta yfirleitt á bréfum sem einkaaðilar gefa út og sveitarfélög til dæmis. Þannig að segjum sem svo að Hafnarfjörður gefi út skuldabréf, þá getur vel verið að Kaplakriki sé bara skráður sem trygging þar á bakvið. Og þegar bankarnir að gefa út skuldabréf og þá þarna þess getið að einhver partur af lánasafni bankana sé sem trygging. Og varðandi ábyrgð þá var það til dæmis Íbúðalánasjóð og Landsvirkjun, það sem að ríkið þá að bakka þetta einhverju leyti upp og það sem að Reykjavíkurborg að bakka upp Orkuveitu Reykjavíkur og svo framvegis. Þannig að það má ekki gleyma því ef þið eruð að kaupa bréf sem ekki ríkisskuldabréf þá skoðið þið þetta endilega. Nú, aðeins meira varðandi þá öryggið. Ríkisskuldabréf, ef það engar tryggingar á bakvið og engin önnur ábyrgð, hvert þá raunverulegt öryggið þeirra. Og það sem mjög mikilvægt að vita strax til að byrja með það ekkert 100% öruggt. Og það oft heyrir maður fólk segja að ég bara með mitt alveg öruggt ég með inn á bankabók eða ég með mitt alveg öruggt ég með inn á ríkisskuldabréfum. En þetta ekki alveg það einfalt. Að ríki, eins og við vitum til dæmis tökum bara dæmi Grikkland, til dæmis, fólk sem keypti ríkisskuldabréf á sínum tíma á gríska ríki og gerði það alveg í góðri trú. Það fekk bara mjög háa vexti, en vextir endurspegla yfirleitt hversu áhættumikið eitthvað Þannig að það ástæði fyrir því að vextir á skuldabréfum Grikklands voru hærri en vextir á skuldabréfum Noregs og Þýskalands. Og þá það yfirleitt, eins og ég segi, mælikvarði á það að þetta sé þá kannski aðeins áhættusamara. Ef ríki getur ekki borgað sínum skuldum, að þá það í rauninni bara
heiti það bara gjaldþrot eða bara kalla gjaldþrot, og þá getur þurft að koma til þess að það verði eitthvað afskrifað eða einhverja breytingar gerðar, og það er það sem er að gera núna í Grikklandi, að þar eru þeir sem að keyptu ríkisskuldabréfin kannski bara að fara að fá helmingi sinn tilbaka. Þannig að þetta er alveg hægt, þetta getur gerst, en þrátt fyrir allt sem á okkur hefur dunið og hérna hrunið og það allt saman, að þá hefur ekkert slíkt í rauninni einu sinni komið til umræðu, sem er mjög gott. Og ef við erum að hugsa mælikvarða, hversu öruggt eitthvað er, og þá er það náttúrulega þessi ávöxtunarkrafa fjármagnskostnaður eins og ég talaði af hverju þarf Grikkland og Spánn og Írland og þessi lönd að borga hærri vexti, það er vegna þess að þau eru áhættusamari, og þá sjáum við það. Skuldatryggingaálag er markaður sem er svolítið sérstakur og hefur stundum verið talað þetta er líka kallað CDS-spread, og þetta er þá í rauninni markaður sem þar sem verið er að kaupa og selja tryggingar á það að einhverju verið gjaldþrota. Og við munum eftir þessu í fréttunum frá því til dæmis fljótlega eftir hrun og hrunið, þar sem að þetta skuldatryggingaálag hjá Íslandi rauk upp, varð gríðarlega hátt og hefur síðan lækkað mikið. Það var svona aðeins verið stígandi í því undanförnu, og svo sáum við hin löndin eins og Írar til dæmis virtust fara þokkalega vel í gegnum hrunið ef maður skoðaði þetta skuldatryggingaálag, en síðan 2010 til dæmis og það leyti þá rauk þetta upp hjá þeim og fór í algjöra vitleysu. Nú lánshæfismatið sömuleiðis, það er í rauninni þá bara mat einhvers þriðja aðila á því hversu örugur þessi útgefandi er, og við fáum svona lagað hjá erlendum matsfyrirtækjum og íslenskum sömuleiðis. Fyrirtæki geta fengið lánshæfismat líka, og því lægra sem það er, því áhættusamara er viðkomandi ríki, og við munum eftir stoppinu sem var í Bandaríkjunum núna daginn, að þá til dæmis var fyrkt að þessi lánshæfismat í Bandaríkjunum, vegna þess að þá er allt í einu áhættan á því að bandaríska ríki geti kannski hugsanlega einhvern tímann ekki staðið í skilum við sínar skuldbindingar, þá jukust líkunar á þessu. Og þetta er svona það sem er ágætis mælikvarði til dæmis á ef við erum að skoða þróun á öryggi íslenskra ríkisskuldabréfa. Eru þau að verða öruggari eða óöruggari en áður? Það er ekki alltaf alveg 100% að marka þetta þannig að við sjáum þannig að ávöxtunarkrafa sem er eitthvað ákveðið há, að hún þýði endilega að bréfið sé hættulegt, eða lág ávöxtunarkrafa því að það sé örugt, vegna þess að þetta getur líka verið sett þetta er oft bara hugsað í einhverju samhengi. Kannski eru vextir bara almennt mjög lágir og þá eru þeir sem eru áhættusamir líka kannski tiltölulega lágir, en þetta er gott svona til samanburðar, bæði við tímabil og milli aðila. Varðandi lánshæfis aðeins áfram, að þá er íslenska ríkið metið bæði í íslenskri krónu og erlendri mynt. Það er svolítið merkilegt að við fáum hærri einkunn í íslenskri krónu, og það er vegna þess að við höldum sjálfum krónuna, og það er auðveldara fyrir ríkið að verða sér út krónur til þess að borga sínar afborganir heldur en erlenda mynt. Og áður en kemur að því að ríkið getur ekki staðið í skilum, að þá er náttúrulega hægt að grípa til sölu ríkiseigna og aukinnar skattlagningar og síðan peningaprentunar. Og peningaprentun er notu víðast hvar, mjög víða, til dæmis í Bandaríkjunum, þá eru menn mjög duglegir við að prenta peninga. Ekki á Íslandi, ekki nema 10.000 skall daginn, þar sem að Seðlabankinn græddi heilan helling, en það hefur ekkert verið gripið almennilega til einhverja svona örþrifaráða í þessu. Þetta er eitthvað sem þarf að gerast áður en væntanlega ríki getur ekki borgað. En þá er þessi spurning með íbúðalánasjóð, og þrátt fyrir að svona því svo oft tekið mig fyrirvara þegar Vigdís Hauksdóttir tjáði sig í fjölmiðlum, að þá var hún í gærkvöldi eða gær að tjá sig við Bloomberg fréttaveituna, og enn og aftur dúkkar upp einstaklingur sem situr í ríkisstjórn sem að setur bara allt saman í háa loft, og það náttúrulega þetta hefur gerst áður þegar til dæmis þingmaður í fyrri ríkisstjórn tjáði sig með sama hætti, sagði ég held bara að það sé ekkert ábyrgð á íbúðalánasjóði. Og það hafði svo gríðarleg áhrif að Kauphöllin stoppaði viðskipti með ríkisskuldabréf þann daginn, sem gerist aldrei. Þetta gerist bara í þriðja heims löndum þegar það ráðist inn í landi. Þetta gerist aldrei að viðskipti í Kauphöll séu stöðvuð. Þetta hefur svo ofboðslega mikil áhrif þegar fólk tjáir sig skuldabréf sem hefur eitthvað þau að segja. Þannig að sá sem ræður einhverju, þegar hann segir eitthvað, eins og við munum aðeins sjá á eftir og til að taka dæmi til dæmis áhrif orða seðlabankastjóra, en þegar svona fólk tjáir sig,
að þá það ekki bara eitthvað debate sem fer í gangi í kastljósinu, þá eru bara milljarðar sem hækka eða lækka og fólk bara tapar sínum lífeyrisparnaði eða græðir gríðarlega miklar upphæðir, þannig að þetta er ofboðslega alvarlegt. Og í kjölfarið á þessari umræðu sem fór í gang og stóð sem hæst svona fyrir jól í fyrra og kannski að fara aftur á stað, að þá náttúrulega alltaf verið að tala Íbúðalánasjóð. Er ríkið í ábyrgð eða ekki? Og þeir sem að eiga svona ráðamestu, sem eru þá fjármálaráðherra og velferðarráðherra, hafa sagt að það sé engin vafi þarna á, að það sé full ríkisábyrgð á Íbúðalánasjóði og þeir sem að eigi þá skuldabréf Íbúðalánasjóðs eigi geta verið alveg öruggir vegna þess að ríkið sé í ábyrgð. Svo náttúrulega koma einhver önnur sjónarmið inn á milli, en þetta er yfirlýsing sem gefin var út núna mitt sumar, eða snemma sumars, þar sem átt að taka allan vafa af. En eitt sem er mikilvægt varðandi þetta, það er oft verið að segja að sko, ástæðan fyrir því að Íbúðalánasjóður stendur svona illa er vegna þess eins og ég nefndi, hann til þess að geta veitt lán þá þarf hann að taka lán. Og það sem var ekki hugsað út í upphafi, og þetta er í rauninni bara klaufaskapur, bara eins og þegar að orkuveituhúsið var byggt og menn gleymdu að setja loftræstikerfi, þetta er bara klaufaskapur, þá voru lánin gerð þannig að fólk gat greitt þau upp, en ekki skuldabréfin. Þannig að Íbúðalánasjóður lánaði einhverjum fyrir íbúð og viðkomandi síðan hugsaði, ég vil ekkert vera með einhver verðtryggt lán lengur, ég ætla bara að skipta þessu yfir í óverðtryggt lán hjá bankanum mínum og þá greiðaður upp lánin sín. Og þá fær Íbúðalánasjóður fullt af reiðufé. En Íbúðalánasjóður er búinn að gefa út skuldabréf á móti þessu láni og hann verður að borga því. Þannig að Íbúðalánasjóður þarf að borga verðtryggða vexti af skuldabréfinu sem hann gaf út og má ekki greiða upp og heldur á reiðufé sem hann getur ekki gert neitt við. Vegna þess að Íbúðalánasjóður má ekki fjárfesta neitt. Hann verður bara að halda á einhverju reiðufé. Og síðan þegar óbalansinn verður meiri eftir því sem við höldum áfram að greiða upp lánin okkar, að þá þetta bara orðið þannig að Íbúðalánasjóður borga meiri vexti en hann fær og þá lekur sjóðurinn. Og þetta er staðan sem er í dag og þá er talað að það þurfi, til dæmis lífeyrissjóður eða fleiri þurfi þá að semja eitthvað en þeir hafa enga heimild til þess. Það er aðalatriði að lífeyrissjóðir mega ekkert fara í einhverja samninga sem að valda því að lífeyrisþegar og þeir sem eru í lífeyrissjóðum að þeir tapi peningum á því. Þannig að auðvitað samt þegar umræða fer á stað að þá veldur hún ákveðnum titringi. Ég ætla að sýna ykkur á línuritu eftir hvernig titringi þetta getur valdið vegna þess að þetta hefur, og ég er nú ekki búinn að við veitum svo sem ekkert hvernig markaðurinn fer á stað í dag, en ég get alveg lofað ykkur því að íbúðabréfin munu skjálfa í dag. Það er alveg öruggt. Aðeins meira, hvað hefur áhrif á verð og kröfu skuldabréfa? Ég ætla að útskýra þessa kröfu fyrir ykkur á eftir, en hugsum þetta bara bara hvað hefur áhrif á verð. Væntingar eru það eina sem skiptir máli. Það skiptir engu máli hver ávöxtun er búin að vera og hvað er búið að gerast. Þannig að það er mjög hættulegt þegar fólk er að segja, ég ætla að kaupa verðtryggt ríkisskuldabréf vegna þess að það er búin að vera svo mikil verðbólga. Það skiptir engu máli. Ekki frekar en að ég legg inn á verðtryggða bankabóka því það er búin að vera svo mikil verðbólga. Það skiptir engu. Ég er ekkert að fara að fá þá verðbólgu. Það eina sem skiptir máli er, held ég að það verði mikil verðbólga eða ekki. Held ég að bréfin muni hækka áfram í verði eða ekki. Framboð og eftirspurn eins og alls staðar annars staðar skiptir máli. Og ég var að tala ríkisvíxla. Það er mjög lítið framboð af þeim og það að þá ýta upp verðinu. Sama varðandi útgáfu Íbúðalánasjóðs. Vegna þess að Íbúðalánasjóður er í þessari stöðu, þá heldur hann aftur að sér og hann er ekkert að gefa neitt út af skuldabréfum. Það þýðir að vegna þess að það er gríðarlega mikil eftirspurn eftir ríkisskuldabréfum, til dæmis hjá lífeyrissjóðum hverju einasta ári og öðrum fjárfestum, að þá verður óbalans í þessu nema að það sé gefið út skuldabréf til jafns við eftirspurnina, en það er ekki. Og samkvæmt þeim líkundum sem hafa til dæmis verið unnið hjá okkur í Íslandsbanka og annars staðar, að þá virðist vera sem eftirspurnin núna allavega undanfarin nokkur ár og verði kannski áfram, að eftirspurnin sé meira en framboðið. Og það náttúrulega heldur verði uppi eins og á öllum öðrum vörum. Þannig að þetta er ekkert svakalega flókið þetta atriði varðandi verð skuldabréfa. Þetta er bara nákvæmlega sama lögmál og alls staðar annars staðar. Ef við höldum að það verði mikil eftirspurn eftir einhverju sem vil takmarka framboða, þá mun verðið væntanlega, allavega það verður einhver stuðningur við það. Verðbólga skiptir gríðarlega miklu máli vegna þess að hún er algjörlega ráðandi hérna. Ég meina verðbólga er svona álíka há og vextir, þannig að hún eðlilega hefur mjög mikið að segja og áhættan varðandi það. Og þarna kemur einmitt inn væntingarnar að það skiptir ekki bara miklu máli hvað við höldum að vera mikið verðbólga, heldur er alls konar svona hvað ef líka.
Þannig að þegar við erum að hugsa að við viljum láta verja okkur fyrir verðbólgu, þá erum við ekki bara að hugsa ég vil láta verja mig fyrir þessari 4% verðbólgu sem ég held að ég verði, heldur ég vil líka vera tryggður fyrir því ef það verður allt í einu 20% verðbólga, af því maður veit aldrei. Þannig að sko, áhætta varðandi verðbólgu skiptir líka máli, ekki bara hvað við höldum hún verði. Þannig að því meira sem óöryggi og óvissa, því meira máli skiptir að vera tryggður fyrir verðbólgu. Vextir skipta mjög miklu máli, eins og við munum sjá á línurötu á eftir, að ávöxtun á nánast öllum fjárfestingakostum tekur mið af öllu öðru sem í boði. Þannig að þegar ég á hlutabréf, þá vil ég ekkert fá 10% ávöxtun á hlutabréfinu ef ég get fengið 15% ávöxtun á bankareikningi. En ef ég fæ 2% á bankareikningi, þá allt í 10% allt í lagi. Þannig að þetta alltaf þetta samspil þarna á milli. Þannig að þegar vextir í landinu eru að hækka eða lækka, þá hefur það áhrif á skuldabréf, alveg klárt. Áhætta, sömuleiðis, eins og ég nefndi, skuldabréf eru, þrátt fyrir þau séu ekki 100% örugg, eins og ég nefndi áðan, þá almennt litið á þau sem svona það öruggasta í boði. Þau eru ekki alveg örugg, en það litið á þau sem skjól. Og því meiri sem áhætta á öðrum fjárfestingakostum, að þá yfirleitt hlaupið í skjólið. Við sjáum þetta út um allan heim. Í Bandaríkjunum í hruninu var gríðarlega mikil ásókn í ríkisskuldabréf þar til dæmis og fólk var byrjað að borga með þeim. Það fekk enga vexti, enga verðtryggingu, neitt bara borgaði fyrir að fá að eiga þau. Og svo eru aðrir fjárfestingakostir. Ef ekkert annað í boði, að þá kaupir fólk ríkisskuldabréf sem eigur eftirspurna þar og þetta sáum við í hruninu. Nú, ávöxtunarkrafa, ég nefna hana áðan, hún svona það sem eiginlega flóknast við það að átta sig á ríkisskuldabréfum. Og þarna kemur þetta rugl varðandi vextina inn, þessi auðveldi misskilningur. Ég nefndi það að þegar ég kaupi mér, ég ætla að sýna ykkur góða mynd á eftir. Þetta svona stuttu skilaboðin. Svona, ef maður ætlar ekki kannski að kafa alveg vonið og skilja það alveg, þá allavega gott að muna þetta. Þegar ávöxtunarkrafa hækkar, þá lækkar verðið á bréfinu og öfugt. Þegar ég gerir meiri kröfu ávöxtun, þá borga ég lægra verð og öfugt. Þannig að þegar við heyrum það að krafa sé að hækka, þá gengið að lækka. Þetta eins og gengisvísitala krónunar að hækka, þá krónan að veikjast. Þetta svona, þannig sambandin. Förum aðeins betur ofan í þetta. Það rauninni þannig með skuldabréf að við erum bæði með höfuðstól og vexti. Og eins og ég var að nefna í upphafi þegar ég gef út, segjum að ég sé að gefa út skuldabréf, þá ætla ég að borga, segjum ég ætla að borga 1.000.000 kall í höfuðstól og ég ætla að borga 10% vexti í 10 ár. Þá í rauninni bréfið þannig, ef að þetta er bréfið og heildin sem ég ætla að borga, að þá helmingurinn af bréfinu höfuðstól sem þarf að borga og helmingurinn vextir sem þarf að borga. Segjum sem svo að sá sem kaupir bréfið síðan, selji það áfram á næsta aðila. Og hann hugsar, ég þarf ekkert 10% vexti á ári, 10% of mikið. Þannig að krafan sem hann gerir, ávöxtunarkrafan, hún ekki 10%, hún minni. Hann gerir kannski kröfu 5% vexti, ekki 10% vexti, heldur 5% vexti. Þannig að hann lækkar kröfuna. Þá hækkar verðið á bréfinu, vegna þess að segjum sem svo að þegar munum það að útgefandi mun alltaf þurfa að borga nákvæmlega sömu upphæðina, hann mun alltaf bara þurfa að borga 2 milljónir. Þannig að sá sem kaupir bréfið, hann gerir ekki þá kröfu að fá þarna 1 milljón nú kallar hann það ekki vexti heldur ávöxtun. Sá sem kaupir bréfið, honum raun nokk sama hvað útgefandinn þarf að borga í einhverja vexti. Það sem hann vill bara vita að hann ætlar að kaupa bréfið og hann ætlar að fá einhverja ákveðna ávöxtun á fjárfestinguna sína. Og hann ætlar ekki að sætta sig við, þarf ekki að fá 1 milljónina, heldur ætlar kannski bara að fá 500.000 kall. Bréfið ennþá jafn stórt, þannig að það bara hækkar verðið á móti. Þannig að hann raun að borga meira fyrir höfuðstólinn vegna þess að hann krefst þess ekki að fá jafn háa vexti. Þetta það sem gerir þetta svolítið flókið. Ávöxtunarkrafa, þetta svolítið gott orð. Þetta kallað yield á ensku en ávöxtunarkrafa eiginlega betra orð á íslensku. Og
hún er að segja okkur eins og ég segi að ef við hugsum aldrei í vöxtum, það er í rauninni svona skilaboð sem maður sendir yfirleitt út hérna varðandi skuldabréf, ekki hugsa vextina, þeir skipta engu máli. Vextin eru bara það sem útgefandi þarf að pæli, hann þarf bara að pæli því. Ávöxtunarkrafan er sú ávöxtun sem þið munið fá, vegna þess að nánast allir sem kaupa skuldabréf er að kaupa þau eftir að búið er að gefa þau út, að kaupa þau með einhverjum öðrum. Þannig að þegar við erum að kaupa okkur ríkisskuldabréf erum við yfirleitt ekki að kaupa þau af ríkinu, við erum að kaupa þau af einhverjum öðrum. Og þá er þetta þessi ávöxtunarkrafa, þannig að ég segi í hruninu þá er kannski hægt að fá 18% vexti á bankabók. Og hvað haldið þið þá með skuldabréf sem var gefið út með 10% vöxtum á þeim tíma? Þá er náttúrulega ávöxtunarkrafan engan veginn 10%, þá er ávöxtunarkrafan orðin kannski 15-16%. Þannig að í hruninu er það þannig að fólk gerir miklu hærri ávöxtunarkröfu sem þýðir að það borgaði lægra verð fyrir bréfin. Og annars sem skiptir engu máli gengi. Þetta er það sem að rugla mann svo svakalega varðandi skuldabréfin, er að þegar þið sjáið vexti af skuldabréfum og gengi skuldabréfa, þá segir þetta ykkur ekki neitt. Eina sem gengi segir er hvort að verðið sé hærra eða lægra en þegar það var gefið út. En það gæti að hafa verið gefið út fyrir 20 árum þegar vextir voru bara allt öðru í sér landinu. Þannig að eina sem skiptir máli er þessi ávöxtunarkrafa. Og þið sjáið hana til dæmis ef þið farið þarna inn á hérna markaðir, síðan inn á wafib.is, þá sjáið þið alltaf ávöxtunarkrafa. Og segjum sem svo að á einhverju ákveðnu bréfi sé ávöxtunarkrafa 6,5% á einhverju óverðtryggðu bréfi. Þá þýðir það ekki að útgefandinn sé að borga 6,5% á ári. Það þýðir það bara það að ef að þið kaupið bréfið í dag, að því verðið sem er í boði í dag, þá munið þið fá 6,5% í ávöxtun á peningana ykkar að meðaltali á ári þangað til að bréfið er búið. Þannig er í rauninni bara svona umreiknað. Þetta er einhver heildarpakki, það var bara að borga 2 milljónir í heildina sem eru vextir og höfuðstóll, og vegna þess að við erum að spila í rauninni með þess að hversu mikil virði þessir vextir eru eða hvað kröfu við gerum ávöxtun, að þá breytist verðið sem við borgum fyrir höfuðstólinn. Þannig að ef ég er að sætta mig við tiltölulega lága ávöxtun, þá borga ég náttúrulega hátt verð fyrir bréfið. Og ef ég býst við því að fá háa ávöxtun, þá borga ég lágt verð fyrir bréfið. Þannig að þetta er svolítið flókið, en það sem að spila líka inn í þetta síðan, sem gerir þetta ennþá flóknara, er það sem heitir meðaltími. Og meðaltími segir okkur til hversu mikið er eftir af bréfinu, hversu marga greiðslur eru eftir. Það þýðir rauninni hvenær er búið að borga helminginn. Og árafjöldin, hann er alltaf bara, þið getið nokkurn veginn til dæmis séð út á nafninu á bréfinu, en muniði samt að það er ekki endilega þannig að bréf sem er á gjalddaga 2021 sé lengra í að borgi helminginn af bréfinu heldur en það sem eru gjalddaga 2019, vegna þess að stundum er borgaður hluti af höfuðstól og stundum eru bara borgaður vextir, þannig að það getur ruglað mann svolítið. En hér er svona sama mynd og ég var að pæla í áðan, þar sem að höfuðstóll og vextir eru bara heildarpakki. Og hér er bréf vinstra megin sem er með langan meðaltíma, sem þýðir að það er mjög langt í að búið sig að borga bréfinu. Þýðir að það er kannski milljónkall í höfuðstól, en svo það er að borga vextina í mjög langan tíma. Þannig að uppsafnaði vextir sem á eftir að borga eru rosalega stór hluta bréfinu. Það getur verið miklu meira heldur en höfuðstóllina bréfinu. Þannig að séu 10% vextir í 40 ár er miklu meira heldur en milljón króna höfuðstóllin. Og þá kannski lítur bréfið einhvern veginn svona út. Þannig að þegar ég skipt skoðun varðandi ávöxtunarkröfu, þegar ég hækka eða lækka mína ávöxtunarkröfu, þá hefur það miklu meiri áhrif á bréfið. Vegna þess að það er alltaf bara vextinir, það er að hugsa þetta svona, það eru vextinir sem við erum að meta. Hversu mikils virði eru vextinir, hvernig er ég að breyta ávöxtun sem ég fæ. Þegar það er lítið eftir að bréfinu, þá kannski bara eftir að borga því einu sinni eða tvisvar, það skiptir ekkert sérstaklega miklu máli þó að þessi ávöxtunarkrafa breytist, vegna þess að vextinir eru svo lítill partur af því sem á eftir að borga. Það er eiginlega bara höfuðstóllinn sem skiptir máli. Þannig að almennt er það þannig að því lengri meðaltími, því meiri sveiflur, og því skemmri meðaltími, því minni sveiflur. Og almennt er það þannig að þegar verðtryggð bréf eru gefin út, þá eru þau gefin út til tiltölulega langstíma og óverðtryggð bréf svona yfirleitt til tiltölulega skamstíma. Þannig að almennt er það þannig að það eru meiri sveiflur á verðtryggðum bréfum en óverðtryggðum, en það eru alltaf meiri sveiflur á löngum bréfum en stuttum bréfum, eða eiga alltaf að vera. Þannig að nú er ég alveg búinn að rugla ykkur. Þetta er alveg ferlega, þetta er svo einhvern veginn ólógískt vegna sem maður er alltaf vanur í að hugsa bara í vöxtum og höfuðstól og gengi. En það er bara ávöxtunarkrafan sem skiptir máli. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ávöxtunarkrafa getur verið uppbyggð.
og þetta finnst mér svolítið skemmtileg mynd vegna þess að hún sýnir okkur hérna ef að byrja á toppnum og þetta er daginn, þetta er ávöxtunarkrafa sem var bara á markaði núna daginn. Öll þessi bréf, þetta er skuldabréf Orkuveitu Reykjavíkur, þetta er óverðtryggt ríkisskuldabréf og svo er þetta verðtryggt skuldabréf hjá Íslandsbanka og verðtryggt skuldabréf hjá ríkinu. Og þetta eru allt bréf sem eru með svona mjög sambærilegan meðaltíma. Það er að segja að þau eru tiltölulega sambærileg. Okay. Orkuveita Reykjavíkur þarf að borga 7,11%. Eða þeir sem að kaupa skuldabréf Orkuveitunnar í dag fá þá 7,11% í ávöxtun og sitt fé að meðaltal á ári þangað til að bréfið rennur sitt skeið. Það er hærra en óverðtryggt ríkisskuldabréf sem að borga þar sem ávöxtunarkrafa 6,35%. Og við getum dregið þá ályktun af þessu vegna þess að þetta eru sambærileg bréf og Orkuveitan sé áhættusamari heldur en ríkið. Þannig að þá sjáum við í rauninni bara þetta og þetta heitir þá bara áhættu álag eða eitthvað slíkt. En tiltölulega lógískt. Svo er rosalega mikið langt þangað til við erum komið hérna í skuldabréf hjá Íslandsbanka sem er 2,11%. Og þetta er þá áhrif verðbólgunnar. Vegna þess að það er verðtryggt bréf, hitt er ekki verðtryggt. Síðan þegar við fyrir neðar þá erum við komin í 1,6% og það er þá ríkisskuldabréf. Þannig vegna þess að bæði Íslandsbankabréfið og ríkisskuldabréfið eru verðtryggt og eru sambærileg, þá getum við áleit þess að svo að þessi munur hérna, þetta 0,5% sé áhættu álag sömuleiðis. Það er að segja munurinn og útgefndanum. Og svona eru öll skuldabréf uppbyggð. Og svo er sumir sem spyrja sig til dæmis af hverju eru svona háir vextir þegar ég tek lán í dag og lán eins og allt annað, þetta er allt hluti af nákvæmlega sama menginu. Þetta er alltaf ávöxtun. Á ég að lána vini mínum eitthvað á 5% vöxtum ef ég get lána Orkuveitinu og fengi 7%. Þetta er alltaf, við erum alltaf að vega og meta markaði. Nú, verðbólgu álag eins og ég nefndi, það hreyfist að sjálfsögðu og hér er ég búinn að setja inn 2 bréf sem eru líka tiltölulega sambærileg sem bláa línan er spariskírteini, það er að segja verðtryggt bréf á gjalddaga 2021 og gráa línan er óverðtryggt ríkisbréf á gjalddaga 2022 og línan á milli er í rauninni bara munurinn. Og stundum hækkar og stundum lækkar og það fer yfirleitt eftir verðbólgu væntingum. Og þetta skiptir mjög miklu máli vegna þess að verðbólgu álagið það endurspeglar eins og ég nefndi ekki bara væntingar og verðbólgu heldur er þetta trygging. Ég vil ekki bara láta tryggja mig fyrir því að það verði hérna 3,5% eða 4% í verðbólgu sem ég held að verði. Ég vil líka ekki þurfa að sitja í súpunni ef að verðbólgan verður allt í einu 20% eða verður einhver verðbólgu skot. Þannig yfirleitt er verðbólgu álagið svona aðeins rúmlega það sem menn er að vænta. Og þið sjáum bara eins og þetta er núna svona til ákveðins tíma það virðist vera sem að markaðurinn sé svona að gera ráð fyrir kannski 4-5% í verðbólgu og það er kannski ekki aðeins tæplega það ef við reiknum með áhættunni þarna inn. Þegar við lítum þá á, setjum þetta allt í samhengi vegna þess að nú er búin að henda fram alls konar hugtökum og þetta er orðið gríðarlega flókið. Þá skulum við bara sjá alvöru dæmi hvaða áhrif þetta hefur. Þessi mynd, hún sýnir okkur, ég er ekki með neitt sérstaklega skala á þessu eða hvað þetta er mikil hækkun, en þetta er, bara svo ég segi ykkur, þá er þetta að meðaltali 10% á ári. Þannig þetta er svona þokkalega hækkun. Þetta er verðtryggður ríkisskuldabréfasjóður, þetta er stærsti verðbréfasjóður á Íslandi og hann fjárfestir nánast eingöngu í verðtryggðum bréfum. Þannig að þarna sjáum við eiginlega bara verðtryggða markaðinn. Ég vildi freka gera þetta svona heldur en að sýna ykkur bara eitt bréf, af því að þetta er svona eiginlega meðaltalið á markaðnum. Og þetta er frá ársbyrjun 2008. Og þar til núna bara rétt fyrir helgi. Byrjum á að zooma hérna í svona fyrri hluta ársins og þá er tiltölulega mikil hækkun, þetta er tiltölulega bratt eins og við sjáum, þetta er miðað við restina þá er þetta tiltölulega bratt. Þetta er aðdragandi hrunsins, þetta er þegar krónan hafði veikst og það var búið að lækka lánshæfi okkar og einhverju greiningaraðilar að segja að það stefndi í óefni á Íslandi og það var svona einhver skjálfti byrjaður. Þá fer verðbólgan af stað vegna þess að krónan var búin að veikjast og þá vill fólk kaupa verðtryggð ríkisskuldabréf sem þetta eru, hækkar verðið á þeim, bara eykst eftirspurnin og náttúrulega þarna voru einhverjar að hlaupa í öryggi. Það voru einhverjar að minnka við sig til dæmis úr hlutabréfum og eitthvað slíkt og hlaupa í skjól á meðan, er alltaf að fara að hrynja eða ekki og fara aðeins í skjól á meðan og þá náttúrulega hækkar þetta gríðarlega mikið. Nú, svo tekur við einhver gríðarlegur titringur og þetta er hrunið.
og þessi ofboðslega hækkun sem verður þarna strax í upphafi, hún áður en yfirlýsing ríkisins gefin út allar innstæður séu tryggðar. Þegar yfirlýsingin gefin út, þá lækkar þetta aftur. Það vegna þess að áður en yfirlýsingin var gefin út, það var hvergi skjól á Íslandi nema þarna. Þetta var eina skjóli á landinu. Þannig að fólk var tilbúið að borga gríðarlega hátt verð fyrir ríkisskuldabréf á þessum tíma. Þegar yfirlýsingin var gefin út, þá voru innlán líka örugg og þá bara lagaði markaður sig niður. Svo tekum við gríðarlegu titringur og bið eftir því að eitthvað fara að breytast varðandi vexti. Þið munið eftir umræðin kannski sem var strax eftir hrun, sem fólk var að spyrja af hverju ósköpunum eru ennþá 18% vextir í landinu. Hvað menn að pæla? Ætla menn ekki að fara að lækka vexti hérna? Og það það sem gerist hér. Þegar að vextir lækka, þá rýkur verðið upp. Það bara hægt að lesa út úr línuritum nákvæmlega hvað í gangi. Þetta það sem ég var að segja upp að það svo heillandi við skuldabréfamarkaðinn, að allt sem í gangi kringum okkur í efnahagslífinu, krónan, verðbólgan, áhætta, hrunið, uppbygging fyrirtækjamarka, gjaldeyrishöftin, þetta verður allt saman beint áhrifin á skuldabréfamarkaðinn. Og hér rjúka bréfinu og svo getur maður alltaf gískað á hvað gerist þegar þetta hættir bara allt í það verður bara engin hreyfing í svolítinn tíma. Þá hættir Seðlabankinn að lækka vexti. Þetta eru bara áhrifin af því. Svo hækkar þetta aftur, þá hann byrjað að lækka vexti aftur. Það bara nákvæmlega, hann að lækka vexti á leiðinu, svo hættir hann að lækka vexti, svo heldur hann áfram að lækka vexti. Og þarna erum við á árinu 2009 og erum komin yfir í 2010 og það sem gerist mitt ár 2010, svona haustið 2010 svolítið merkilegt. Hér sjáum við hækkun sem hátt í 10%. Þetta var rosaleg sveifla á markaðnum á nokkrum dögum. Það sem gerist þarna, og þetta svona sýnir eins og við vorum að tala um hérna til dæmis Vigdísi áðan og hvernig hún að tjá sig Íbúðalánasjóð. Á þessum tíma vorum við í gjaldeyrishöftum, eins og við erum með það núna. Og við vorum í prógrami með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Og þar skrifað undir vegna þess að gjaldeyrishöftin í rauninni brjóta EES-samninginn frjálst flæði fjármagns. Og þá skrifað undir að Íslendingar, þetta bara fyrir hönd Íslands skrifað, við lofum að aflétta gjaldeyrishöftunum með leið og við getum. Þetta bara sagt. Okay. Svo eru erlendir fjölmiðlar að spurja seðlabankastjóra, alltaf vera að spyrja hvenær ætlar að aflétta gjaldeyrishöftum, og hann segir alltaf náttúrulega leið og við getum. Að sjálfsögðu, eins og búið að segja og eins og búið að skrifa undir og munum við aflétta gjaldeyrishöftum leið og færi gerst. Og á þessum tíma, þegar við sjáum þessa miklu hækkun byrja, eitthvað skrítið í gangi, greinilega einhverja forsendubreytingar, alveg eins og við sáum hrunið algjör, þetta markanum algjörlega umturnað og þetta eitthvað svona sambærilegri stærðargráðu. Það sem gerist þarna að þarna talað um það að Már seðlabankastjóri hafi verið á fundi hjá einhverjum klúbbi í Kópavogi, Kívanisklúbbi eða Lionsklúbbi, þar sem hann hafi svona hvíslaði mönnum: ég ekkert að fara að aflétta þessum gjaldeyrishöftum, það ekkert hægt. Hann á að hafa sagt, auðvitað verði alltaf að segja það vegna þess að ég búin að skrifa undir hérna, ég ekkert að fara að gera það. Það náttúrulega bara allt annar heimur. Við áttum okkur alveg á því hvað gjaldeyrishöftin skipta svo gríðarlega miklu máli að það allt annar heimur hvort við erum í gjaldeyrishöftum í næstu 10-20 árin eða bara ef þau eru að fara eftir áramót. Og það sem gerist þá að þarna frétta einhverjir af þessu og þeir ætla að græða eins mikið mögulega geta áður en að markaðurinn búinn að bregðast við og hækka. Þannig að þá fara þeir ekki bara að kaupa skuldabréf, heldur taka lán fyrir þeim. Þannig að á þessum tíma aukast lántökur gríðarlega. Þannig að þarna eru miklu meiri peningar að leita inn í þessi bréf sem hækkar verði á þeim. Á toppnum að þá segir Már seðlabankastjóri að þetta hefði allt saman verið misskilningur og auðvitað sé ætlunin að aflétta gjaldeyrishöftum. Og þá hrynur markaðurinn tilbaka. Ekki bara vegna þess að þarna var þetta byggt á sandi, þessi hækkun eða þessa væntingar, heldur líka vegna þess að allir þeir sem tóku lán, þeir lentu í svokölluðu veðkalli. En það var þeir sem höfðu lánað sögðu, heyrðu, þetta búið að lækka svo mikið að þú verður að selja bréfin og borga tilbaka. Þannig að þarna unnust og töpuðust einhverjir milljarðar út af þessu, en síðan þá hefur í rauninni allavega sú stefna hjá Seðlabankanum að það ekkert verið að tjá sig neitt svona nema allir fá að heyra það á sama tíma, sem alltaf mjög gott. Nú svo erum við komin yfir í árið 2011 og þá lækkar verðbólgan svolítið og þá förum við í gegnum voðalega þægileg tímabil sem að sumir muna eftir svona í ársbyrjun 2011 þar sem við vorum loksins búin að ná tökum á verðbólgunni. Og hér var verðbólgan komin í 1,9% 12 mánaða verðbólga og allt bara alveg frábært og allt í góðu. Svo rýkur allt upp, allt í einu, og það
vegna þess að þarna fór verðbólgan aftur á stað og krónan tók upp á því að veikja svolítið og því var kennt eftir á að sveitarfélög og stórir aðilar hafi verið að greiða upp erlend lán. Þeir hafi verið að veikja krónuna með því þá að kaupa erlenda gjaldmiðla. Við sjáum beint áhrifin af þessu þarna. Hérna verður síðan svolítið mikil hækkun og þetta hækkun sem kannski fyrst og fremst til að byrja með fyrri hækkunarhrinan sem við sjáum að hún skýrist fyrst og fremst af bara framboð og eftirspurn. Þannig að þarna byrjar umræðan Íbúðalánasjóð. Þarna förum við að sjá í fjölmiðlum og fólk að tala það að Íbúðalánasjóður sé bara dauðadæmdur og allt ómögulegt þar, þannig að hann sé ekkert að fara að gefa neitt út af ríkisskuldabréfum eða af íbúðabréfum. Og Íbúðalánasjóður langstærsti útgefandinn. Þannig að það náttúrulega uppnám á markanum að heyrðu, það verður kannski bara ekkert í boði, þannig að það eins gott að kaupa þessi fáu bréf sem eru eftir. Og þá hækkar verðið gríðarlega mikið. Þessi lækkun í rauninni bara svona eðlileg, það er yfirleitt alltaf þannig þegar eitthvað hækkar gríðarlega mikið þá kemur svona smá slömp og nákvæmlega eins þegar eitthvað lækkar gríðarlega mikið þá svona skoppar það aðeins af botninum. En síðan tekum við önnur gríðarlega mikil hækkun og það er ársbyrjun 2012, það er rauninni að skera bara áramótin akkurat þegar þessi gríðarlega mikla hækkun byrjar og þarna höfðu verið væntingar það að svona að verðbólgan yrði kannski svona þokkaleg en þarna byrjuðu sveitarfélög að hækka verðskrár sínar mjög mikið. Kannski munum sumir eftir því ársbyrjun 2012 að þá var mikið gagnrýnt að sveitarfélögin hafi verið að hækka mikið hjá sér verðskrár og það fór beint út í verðbólguna eða allavega væntingar á verðbólgu. Þarna sjáum við það líka að hækkun á einhverjum komugjöldum á heilsugæslustöð hefur engin áhrif beint inn í verðbólguna. Þetta á eftir að koma fram í mælingu, þetta er ekkert ennþá orðin hluta verðbólgunni en eina sem markaðurinn horfir á eru væntingar. Þannig leið og eitthvað fréttist, leið og við búumst við einhverju eða væntingar okkar breytast, þá koma áhrifin fram. Þannig að við þurfum líka að passa okkur á því. Ef við ætlum að kaupa eitthvað út af einhverjum fréttum sem við vorum að heyra, það gæti verið við sem orðin og sein. Þannig að markaðurinn á það til að bregðast mjög hratt við. Nú, hér er talsveit mikið lækkun sem við sjáum hérna á meiri myndinni, sem er nokkuð skörp og stuttum tíma. Og við sjáum þannig að þegar hún byrjar lækkunin, þetta er á einum degi mjög kröpp lækkun. Þarna eru sett lög, þarna eru alþingismenn bara farið með stóran svona böss á milli alþingismann, allir rifnir út á nærbuxunum og bara hendin í Alþingi vegna þess að þarna voru menn að átta sig á því að útlendingar getur sloppið út úr landinu með afborganir og höfuðstól á einu skuldabréfi. Og þetta er bréf sem er á gjalddaga næsta haust, í 14. september á næsta ári þá klárast þetta bréf og það sem er svo sérstakt við þetta bréf er að það er borgaðir vextir, verðbólga og höfuðstól. Þannig að ef það eru á þessum tíma voru 4 gjalddagar eftir að bréfinu, þannig að sá sem að keypti sér útlendingur sem var fastur hérna inni og búið að festa hann inni með gjaldeyrisvörtunum, ef hann hefði keypt sér þetta bréf þá hefði hann geta farið út á einu ári með helmingin öllum sínum peningum út úr landinu. Þannig að þarna var bara sett lög á það. Út af þessu möguleika var ávöxtunarkrafan á bréfinu gríðarlega lág. Af því að þessum aðilum, þeir voru ekki að gera hérna kröfum ávöxtun, þeim var alveg sama hvort þeir fengið einhver 1, 2 eða 3% vexti, þeir vildu bara komast burt. Það var verðmæti bréfsins. Þannig að þegar að loka þeir fyrir þann möguleika, þá náttúrulega rýkur upp ávöxtunarkrafan. Eðlilega. Nú, færum okkur aðeins lengra. Ég ætla að sýna ykkur bara svona í samhengi að það sem eru náttúrulega stóru skilaboðin samt sem áður er að þeir sem sitja aftast sjá þetta eiginlega bara sem beina línu. Þannig að til langstíma litið, þess vegna eru skuldabréf líka langtíma fjárfesting. Að maður kaupir, á ekkert að skipta öllu máli hvenær maður kaupir, vegna þess líka er einhver hérna sem að sá þetta allt saman fyrir, sem ég er búinn að fara yfir. Það maður eiginlega sér aldrei neitt svona fyrir, þannig að það er rosalega erfitt að spurja ráðgjafa, er þetta góð tímasetning núna, á ég að kaupa núna eða á ég að selja núna? Og ráðgjafi sem segir það er rosalegt kauptækifæri akkurat núna eða þú ert að selja akkurat núna á skuldabréfamarkaði, maður er alltaf að taka með smá fyrirvara af því að þetta er ekki alveg það einfalt. Yfirleitt er það þannig, ef eitthvað er svona ljóst að þá er engin hreyfing á markaðnum og þá er það búið að koma fram. Þannig að auðvitað gátu menn sagt sér eftir hrun að það yrði mjög mikil ávöxtun á bréfum vegna þess að vextir áttu eftir að lækka svo mikið. Þannig að þegar vextir lækka þá hækkar verðið á bréfinu, þannig að það er náttúrulega gat verið nokkurn veginn gefið, þess vegna var svona mikið innflæðið skuldabréf eftir hrun. En til langs tíma að þá þarf ríkið bara að borga vexti og verðbætur og höfuðstól. Þannig að þegar upp er staðið þá er alltaf það nákvæmlega sama sem fæst í ávöxtun. En þeir sem ætla að græða eitthvað meira, þeir eru þá alltaf að reyna að spila á þessar sveiflur og svo sjá þeir það ekki fyrir og eru seinir inn og tapa peningum. Þannig að stóru skilaboðin eru þau að vera ekki að stressa sig á lækkunum, tímabundnum lækkunum,
vegna þess að þær jafna sig yfirleitt bara aftur og vera ekki að reyna að spila á þessa sveiflur því að það of erfitt að sjá það fyrir. Nú aðeins meira hér, þetta í rauninni ekki alveg endurinn, ég ætla að sýna nákvæmlega tímasetninguna hér. Já, ég held að sé bara akkurat hérna á miðri myndinni, þar kemur smá högg. Þetta hérna Icesave. Þegar að Icesave dómurinn féll, þá hérna litu menn svo á að íslensk ríkisskuldabréf væru svona farin að líta örlítið betur út. Ísland í rauninni þá skuldaði að gæsalappa minna en daginn áður. Þannig að það gott. Svo talsveit mikil hækkun hérna frá vorinu og í sumar. Og nú getur maður hugsað sko, það sem hefur áhrif þarna til dæmis væntingar verðbólgu til dæmis. Og þá spyr maður sig af hverju byrja gríðarlega mikil hækkun á verðtryggðra ríkisskuldabréfa strax eftir kosningar. Það náttúrulega bara vegna þess að það búið að lofa svo miklu. Það búið að lofa það allir að vænta þess að hérna verður bara hent einhverjum 100 milljarðar út í hagkerfið og allir fara að eyða og þá náttúrulega þegar það gerist þá eykur það verðbólgu þegar það bara eykur eftirspurn í hagkerfinu og sömuleiðis vegna þess að umræða væri í gangi launahækkanir og það skiptir gríðarlega miklu máli og eitt sem spilar inn í þetta líka að þegar þið heyri Seðlabankann vera að gefa út það eru stýrivaxtaákvarðanir hjá Seðlabankanum að þá Seðlabankinn í rauninni alltaf að reyna að bregðast við verðbólgu. Seðlabankinn segir við þurfum að hækka vexti ef að verðbólgan of mikil og þeir hafa svona hótað, eða bara sagt alveg berum orðum, ef það verða mikla launahækkanir þá munum við hækka vexti og það vegna þess að þeir segja ef við hækki laun þá fer verðbólgan af stað og við verðum að bregðast við því með hækkandi vöxtum. Þannig að það þess vegna líka sem getur verið svolítið erfitt að sjá áhrif aukinnar verðbólgu í verði bréfa eða sjá fyrir það vegna þess að þarna verið að ráðast á bréfinu úr tveimur ólíkum áttum. Segjum sem svo að laun yrðu hækkuð miklu meira en við höfum von á. Það bara 7% hækkun yfir línuna eða eitthvað svoleiðis. Okay. Þá mun það auka verðbólgu, væntanlega, eða auka væntingar verðbólgu og það verður til þess að hækka verðið á bréfunum. En ef verðbólgan hækkar, að þá mun Seðlabankinn kannski hækka vexti og eins og við vorum búin að fara yfir að þá þegar vextir hækka að þá lækka bréfin. Þannig að það mun þá lækka bréfin á móti. En við vitum ekkert hvort mun vega þyngra. Og eftir hrun þá var það þannig að verðbólgan hjaðnaði smátt og smátt og vextir líka. Þannig að þegar vextir lækkuðu þá átti það að lækka ávöxtunarkröfuna, það að hækka verðið á bréfunum. En vegna þess að verðbólgan var að lækka þá átti líka í rauninni verðið á verðtryggðu bréfunum að lækka. En þarna vógu vaxtalækkanirnar mun þyngra heldur en lækkunin á verðbólgunni. En það aldrei hægt að lofa neinu svoleiðis fyrirfram, við getum ekki alveg séð þetta fyrir. Þannig að þetta stóra myndin. Við erum alveg verið búið, ég ætla aðeins að fara yfir bara svona praktísk atriði varðandi til dæmis munin á því að fjárfesta í stökum skuldabréfum eða fjárfesta í skuldabréfasjóðum. Og þetta tafla sem Vanguard sem samstarfsaðili okkar í VFIB, þetta næststærsta sjóðafyrirtæki heims, þeir útbjuggu þetta. Og þetta náttúrulega á við hvar sem þú ert í heiminum. Stöðugur höfustóll, þá ég að tala útgefandan, sá sem að gefur út bréf, hann mun alltaf þurfa að borga nákvæmlega sama. Þannig að hann gefur út bréf sem milljón kall í höfustól og milljón kall samtals í vexti. Sá sem kaupir það þegar hann gefur það út og ætlar að eiga það allan tíman, hann veit nákvæmlega hvað hann fær. Og það nákvæmlega sama á við þann sem að kaupir stakt bréf, eitthvað eitt bréf á einhverju ákveðinni ávöxtunarkröfu. Við sáum hann 1,6% ávöxtunarkrafa á spariskírtinni. Ef þið myndu kaupa það bréf í dag á þeirra ávöxtunarkröfu þá vitið þið að þið myndu fá allt sem þið borgið fyrir bréfið. Það er að segja ef þið borgið milljón kall þá myndu þið fá milljón kall pluss 1,6% í vexti pluss verðtryggingu. Algjörlega gefið. Ef þið kaupið í skuldabréfasjóði þá vitið þið ekkert hvaða ávöxtun þið fáið. Vegna þess að þar verið að kaupa mörg bréf og það ekkert endilega verið að halda þeim öllum þangað til að bréfin eru búin, þangað til þau klárast. Þannig að það fyrirsjáanlegri ávöxtun í einu stöku bréfi en í verðbréfasjóði. Það eru greiddar náttúrulega fastar vaxtagreiðslur alltaf inn á reikninga hjá okkur á stökum bréfum. Bara þegar vaxtadagar og svo verið að greiða af höfustól og verðtryggingu þannig að við fáum þetta borgað út. Ef við eigum í verðbréfasjóði eða skuldabréfasjóði að þá fær sjóðurinn bara greiðslunar og endurfjárfestir þeim, þannig að við fáum það ekki út. Áhættu dreifing mjög mikilvæg í allri eignastýringu og öllum sparnaði og ef við eigum eitt bréf þá erum við svolítið upp á það eina bréf komin, alveg eins og ef við eigum eitt hlutabréf. Þannig að sveiflur eru miklu meiri ef við eigum eitt bréf en ef við dreifum þessu á mörg bréf.
og þess vegna oft þannig að þó fólk vilji eiga verðtryggð bréf og segi ég ætla bara að vera verðtryggður, að þá það samt alltaf með einhver óverðtryggð bréf líka, vegna þess að þau virka bara sem dempari og sveiflur, af því að það oft þannig að þegar verðtryggð bréf hækka þá lækka óverðtryggð og öfugt og maður vill oft geta dempa sveiflunar. Þannig að engin stýring í því, þannig í rauninni bara það viltu sjálfur sjá þetta eða viltu að einhver sérfræðingur sjá stýringuna. Varðandi aðgengi að þá það þannig með verðbréfasjóði, ríkisskuldabréfasjóði að það yfirleitt skiptir nokkurn veginn engum máli hvað upphæðir ræðir. Það alveg að innleysa að kaupa fyrir 10, 50, 100 skall í einu og það ekkert mál. Ef við erum með stækt skuldabréf þá spurning einhver tilbúinn að kaupa það af ykkur strax og þá yfirleitt lágmarkskostnaður, þannig að það getur verið svolítið dýrt að eiga viðskipti með stök bréf nema þið séu að eiga kannski viðskipti með 1.000.000 krónur í einu eitthvað svoleiðis. Varðandi skuldabréfasjóðina þá eins og ég nefndi áðan, varðandi vaxtagreiðslurnar þá alltaf bara endurfjárfest fyrir ykkur án þess að það sé einhver ákveðin lágmarkskostnaður. Ef þið fáið vexti og verðbætur af skuldabréfið og ætlið að endurfjárfesta að þá getur það líka verið mjög dýrt út af lágmarkskostnaði. Og varðandi stök skuldabréf þegar þið fáið vextina og greiðsluna greiddar út, þá verðið að borga skattinn af því fjármagnstekjurnar, en þegar þið í skuldabréfasjóði þá þurfið aldrei að borga skatt fyrr en þið ákveðið að selja sjóðinn, þannig að þið fáið þarna vaxtavexti og vexti á skattaskuldina. Þetta svona allt og sumt og kannski örlítið flóknara en allavega skuldabréf miklu flóknara en ég hélt að þau væru þegar ég byrjaði að eiga viðskipti með skuldabréf, vegna þess að ég hélt alltaf að skuldabréf væri bara, ég kaupi bara eitthvað skuldabréf svo fæ ég bara vexti og eitthvað slíkt, og margir sem kaupa skuldabréf eru mjög hissa þegar þið sjáðu lækka í verði, vegna þess að það er mjög sérstakt að vegna þess að það er ríki sem eru á bakvið, akkur hefur það geta lækkað. En við sjáum það að vegna þess hvað það er gríðarlega, það er skotið á markaðinn á svo mörgum áttum, það er svo margt sem hefur áhrif á verðið, þá verðum við alltaf að vera, þá finnst mér allavega að ef maður er að sýsla með skuldabréfa þá verður maður að vera búinn að kynna sér þetta nokkuð vel. En eru einhverjar spurningar að lokum? Kemur þetta að dreina þessum glærur? Þessar glærur eru núna teknar upp og þetta verður aðgengilegt inn á wafib.is, upptaka af þessu, og sömuleiðis námskeiði fyrir lengra komna sem verður í næstu viku. Og þá náttúrulega ef þið viljið til dæmis kafa aðeins betur ofan í markaðinn sjálfan, hvernig verðlagningin er fundin út og svo framvegis og já svona, talsveit dýpra og ennþá flóknara í þetta, þá er að gera að líta á það námskeið. Ég bara þakka fyrir að frábært að fá þetta svona mannamáli eins og það segir. Já, takk fyrir. Og reyna að meðtaka allt, en eins og með þessi verðtryggðu bréf sem Íbúðalánasjóður, það var dómur í Hæstarétti og var ekki vísað út til EFTA-dómstólsins, var að tala að væri ekki leyfileg þessi verðtryggðu íbúðalánasjóðsbréf. Já. En ef það væntanlega kemur svo dómur frá EFTA að það sé bannað að hafa verðtryggð bréf sem að fólk kaupir, mun það ekki hafa rosalega áhrif á markaðinn? Jú, það einmitt spurt, svo ég endurtaki spurninguna fyrir upptökuna, þá spurt hvort að dómur það að verðtrygging eða það að segja verðtryggð ríkisskuldabréf séu þá ólögleg og verðtryggð íbúðalánasjóðsbréf séu ólögleg, hvort það myndi ekki hafa áhrif á markaðinn og það myndi hafa gríðarlega áhrif. En það sem gerur okkur svo erfitt, það sem er svo erfitt við það að reyna að meta áhrifin á svona lögu er að við vitum svo sem ekkert hvað er átt við með að verðtrygging sé ólögleg. Og alveg eins og öll þessi umræðin sem var það að banna verðtryggingu, að þá byrjaði svo umræði í rauninni það að verðtrygging sem slík var í slæm og það ætti þess vegna ekki að leyfa fólki að taka óverðtryggt lán, en síðan eftir fór hún að snúast það, nei, ég vil að hún sé í rauninni hún er slæm aftur í tíman. Það er að segja, ég vil fá allt mitt endurgreitt sem ég var búinn að borga verðtryggt. Og það er náttúrulega það sem er stóra málið, er að verður einhver niðurstaða þannig að það sé bannað að verðtryggja en fólk verður samt að standa við gerða samninga af því að skuldabréf er bara samningur. Ég hef verið að reyna að svona fabulegur það ef að verðtrygging verður dæmd ólögleg þarf þá að rukka öll börnin sem eru búin að fá verðtrygging á framtíðarreikningum sínum. Þarf að reikna alla ellilífeyrisþega sem hafa fengið verðtryggðan lífeyrissparnað, alla opinberu starfsmennina sem eru með verðtryggðan lífeyrissjóð. Þarf að rukka þetta allt saman aftur í tíman vegna þess að þetta er miklu stærra mál en bara verðtryggð lán. Þess að verðtryggingin er náttúrulega út allt. En ef við erum bara að tala verðtryggð lán Íbúðalánasjóðs, bara þau, að þá er það náttúrulega aðskilið verðtryggðum skuldabréfum Íbúðalánasjóðs.
vegna þess að Íbúðalánasjóður í rauninni gerir tvennt. Annars vegar hann í lánastarfsemi, þar sem hann bara sjálfur að lána út verðtryggt. Hins vegar hann í því að gefa út skuldabréf og þetta aðskilið og íbúðabréf sem einhver heldur á ekki tengt einhverju blokk á Egilsstöðum. Það engin tengsl á milli nema það að þetta sé sami aðili sem að lánaði og gefur út bréfið. Þannig að þetta ekki sami hluturinn, heldur þetta í rauninni bara fjármögnun einhvers fyrirtækis og síðan útlán sem að viðkomandi fyrirtæki stóð í. En ég held að það sé í rauninni eiginlega ekkert hægt að svara nákvæmlega hvaða áhrif það myndi hafa. Eins og ég segja, því við vitum svo sem ekkert hvað talað þetta nákvæmlega eins og þegar spurt hvað mun gera þegar gjaldeyrishöftum verður aflétt. Það eiginlega ekkert hægt að svara þeirri spurningu vegna þess að við vitum ekkert hvernig það verður gert. Eins og staðinu núna þá verður að reyna að tappa af þessum þrýstingi á krónunni með gjaldeyrisútboðum og það hefur eiginlega ekkert gengið. Það hafa einhverju fjármunir farið út úr landinu en við erum að borga meira í vexti en sem nemur því. Þannig að það hefur voða lítið að segja. Þannig að það eitt að rífa af gjaldeyrishöftin á einu bretti sem náttúrulega meiri háttar sjokk fyrir allt kerfið vegna þess að ekki bara vegna þess að fólk myndi vilja flýja land, heldur líka bara vegna þess að við erum búin að vera svelt í öll þessi ár af því að mega fjárfesta erlendis. Þannig að það líka bara mjög eðlileg sjónarmið á bakvið það að færa pening út úr landi, ekki bara að setja flýja, heldur bara það ég vil ekki vera með minn langtímasparnað allan á Íslandi, ég vil vera með 30% í erlendu skuldabréfum og 30% í erlendu hlutabréfum eða eitthvað slíkt. Þannig að áhrifin að því að rífa þetta allt saman af í einu myndi náttúrulega hafa það alveg klárlega þau áhrif að það bara útstreymi út úr öllum íslenskum fjárfestingum. En svo spurning en hvað með einhverja svona aðferð þar sem að lífeyrissjóðum yrði leyft að fjárfesting fyrir einhver ákveðna upphæð. Myndi það hafa mjög mikið að segja, kannski ekki endilega vegna þess að það hvort sem verið að draga svo mikið úr framboði ríkisskuldabréfa. Þannig að það þarf ekki einu sinni að rugga bátnum neitt sérstaklega mikið. En þetta eru einmitt stærstu spurningana. Það annars vegar varðandi verðtrygginguna og hins vegar varðandi gjaldeyrishöftin og krónuna vegna þess að þetta vegur svo ofboðslega þungt á skuldabréfamarkaðnum en það svo erfitt að spá fram í tímann. Þannig að þær spár sem þið sjáið, þær yfirleitt ganga út frá því að það verði eiginlega enga breytingar á gjaldeyrishöftum og engir svona dómar falli. Nei, aðeins í framhaldi af þessu, þetta ekki spurningu svolítið þessi verðtrygging á neytendalán, hvernig var staðið að kynningu þess til þeirra sem tóku láninu svona tíma? Jú, akkurat. Hún hafi ekki verið rétt að staðið og það er spurning hver ber ábyrgðina af því og sem tók lánið þess að veitti lán. Já, akkurat. Það einmitt spurt hvort þetta sé ekki bara akkurat svona einangra tilfelli þar sem sérstaklega talað um neytendalán og hvernig verðtrygging var kynnt á neytendalánum og það akkurat þá í rauninni myndi það væntanlega ekkert hafa beina áhrif á markaðinn sem slíkan nema þá náttúrulega bara svona óbeint vegna þess að þá spurning hvernig verður Íbúðalánasjóður höndlaður og bankarnir kannski sömuleiðis, þeir náttúrulega eru sjálfur líka skuldabréfaútgefendur, hvernig verða skuldabréfin þeirra verðlög ef þeir fá svona þungan dóm á sig eða eitthvað slíkt. En þegar verið að tala um til dæmis að banna verðtryggingu að þá náttúrulega þá finnst manni kannski svona líklegast að það sé alltaf verið að tala um héðan í frá að þú getur í rauninni ekki sagt við einhvern sem á verðtryggt ríkisskuldabréf þegar við ætlum að taka verðtrygginguna bara af ríkisskuldabréfinu núna að þetta var bara samningur. Það alveg eins og að ef ég væri að taka lán fyrir íbúðinni minni geti ég ekki bara sagt allt í einu sjálfur þetta ekki lengur verðtryggt, ég ætla bara að krossa yfir verðtryggða partinn af bréfinu. Þannig að þú getur ekki gert svoleiðis einhliða og þegar umræður það hvort það sé að gera þetta tvíhliða, hvort það sé ekki að semja við lífeyrissjóðina til að bjarga Íbúðalánasjóði að þá náttúrulega tvennt sem kemur þar inn í lífeyrissjóðinni megi ekki gera það eins og ég nefndi, þeir megi ekki ganga frá einhverju samningum sem að bara valda því eingöngu að sjóðfélag að tapa gríðarlegum upphæðum fyrir utan það af hverju ósköpunum á lífeyrissjóður eða á fólk að semja afskriftir á einhverju sem ríkisábyrgða. Vegna þess að þarna kemur fjármálaráðherra og segir ég vil fyrst byrja á að taka það fram að það 100% ríkisábyrgð á Íbúðalánasjóði og enginn þarf að neinar áhyggjur á Íbúðalánasjóði og svo segir hann, en svo spurning hvort við getum ekki samið einhverjar afskriftir af þessum skuldabréfum. Myndu þið einhvern tímann gefa einhverjum afslátt af einhverju skuld ef að hann 100% öruggur? Það ekki séns. En eins og staðinu núna þá bara lifir Íbúðalánasjóður og hæfur enga aðra kost en að borga sínum skuldum og þá þarf ríki bara að gera eitthvað sem þeir að borga inn peninga eða ekki en markaðar ekki að þurfa að ágjöra því vegna þess að ná bara að fá sína vexti og verðbætur.
Einhverjar spurningar á lokum? Nei, heyrðu, þá þakka ég bara kærlega fyrir og þið fylgist endilega með inn á bæði wafib.is og inn á Facebook hjá okkur af því að það eru skemmtileg námskeið núna framöndan. Takk fyrir.